Ja, góðan daginn. Ólafur heiti ég og við sitjum hérna ég og Óskar sem kennum áfangan innganga náttúruvísindum og við ætlum að sýna ykkur hvernig við skráum okkur inn í áfanga og hvernig við förum inn í kennslukerfi skólans sem heitir Moodle og við byrjum bara að smella hérna á hnappinn hérna efst á síðunni sem stendur á Moodle og við byrjum bara að smella þar á og þá komið inn á þessa síðu og þá þurfið þið bara að skrá inn notandanafn og lykilorð og það er annað myndband á netinu sem ég sýndi hvernig maður skráir notandan í Moodle kerfið og ef þið eru ekki búin að því þá myndi ég bara skoða það myndband. En núna gerir ég ráð fyrir að þið séu með notandanafn og lykilorð og þá þurfum við bara að smella hér á og nú er ég búin að stofna hérna notandanafn sem er þá einhver nemandi og þá þurfum við bara að slá það inn svona og lykilorð nei, það er ekki svona hjá mér svona og þá bara skrá ég mig inn. Nú ættu þið að detta inn í svona síðu og þetta er svona eiginlega ykkar heimasvæði í kennslukerfinu. En þið þurfum alltaf að byrja á því að skrá ykkur inn í áfangana sem þið ætlið að vera í vetur. Og þá þurfum við eiginlega bara að byrja á því að finna núna þennan áfanga sem heitir hérna inngangur að náttúruvísindum. Og það er hérna 2 áfangar og þið þurfum að velja sem stendur fjarnám aftast. Og þið byrja bara að smella á hann. Og þegar ég farið fyrsta skiptin í áfangana þá verðið að slá inn lykilorðið áfanganum en svo helst það bara inn í tölvun og þið eigi ekki þurfa að slá það aftur inn. Þannig að nú þurfum við að slá hérna inn lykilorðið sem er hérna, nú meina ég það ekki, Óskar, manstu hvað það var? Hvað er það aftur? Var ekki nátt? Fjár. Fjár, allt með litlu stöfum og íslenski stafir, nátt, fjár. Og innrita þá og þá þið dottin hérna inn í þennan áfanga og hérna eru allt efni vetrarins birt og þetta er alltaf ein lota í einu, hver vika er ein lota og hérna munum við bara alltaf birta það sem að verður farið í hverju viku og hvaða efni á að lesa og ef það er einhver heimaverkefni þá koma þau þarna inn og þið sjáu loturnar hérna bara hverju eftir annari. Hérna er þá lota 1 og svo kemur hérna lota 2 og lota 3 og svo koll af kolli og það kemur bara alltaf heimaverkefni í hverju lotu og hérna er meira að segja komið eitthvað efni inn og við getum hérna að skoða hvað er hérna í fyrstu lotu sem er núna 20, nei þetta er önnur lota. Fyrsta lota var nú eiginlega bara skólasetning og engin verkefni en núna erum við í annarri lotu og þá komið eitthvað hlekkur hérna sem stendur á lesefni og hérna er eitthvað lesefni, hérna getur nú kannski Óskar þá kannski að því að hann er með þetta kennsluefni þá getur hann kannski aðeins hérna fjalla meira þetta. Þetta er bara lesefni sem að tengist næringafræðinni, alveg grunn lesefni, tiltölulega svona auðlesið og hérna ekki mikið og þetta er því til dæmis að byrja á að lesa núna, áður en þið farið lengra þessa vikuna og verkefnin þá til að leysa þau þá þarf maður að vera búin að lesa lesefnið og nýta sér það til að svara þeim verkefnum sem þarf að gera. Skulum fara næst tilbaka, Ólafur. Getur bara verið hér. Og hér sjáum við líka til dæmis að fyrir neðan lesefni stendur ljóstillífun. Ég smella það bara. Og þar hef ég tekið YouTube myndband þar sem við verið að fjalla ljóstillífun á nokkuð skemmtilegan hátt og þetta set ég inn bara til þess að auka fjölbreytileikinn í kennslunni og þannig að þið fáið svona myndrænt aðeins, þetta er reyndar á ensku en skemmtilegt svona myndband sem hægt er að horfa á. Fara bara tilbaka. Og svo getum við farið tilbaka. Því næsti verkefni vikunar
sem að tengist draumamatadaginum og tiltölulega svona auðvelt verkefni. Það á að skila á sunnudegi, þess að sunnudegin mest og öll skilaverkefni eru á sunnudegi og það þarf að skila þeim fyrir klukkan 23:55. Þannig að það komi kannski fram. Þið eigið í þessu verkefni til þess bara að fylla út ykkar draumamatardag og þið fyllið hann bara út eins og þið viljið. Ef þið viljið fá egg og bacon þá fáið ykkur það í morgumat, kókapups eða hvað sem er. Ef þið viljið fá ykkur Subway eða pítsu, það skiptir engum máli. Þið bara fyllið út eins og þann draumamatardag sem þið myndu vilja hafa. Og þegar maður gerir svona verkefni þá er lang best eiginlega bara að kópa textan, það sé afrita textan og setja hann bara í Word-skjal eða sambarandi forrit og vinna skjalið þar og svo þegar maður er búið með verkefnin þá kannski Oliver ætlar að sýna það. Já, þannig að þá þegar maður kannski komið með eitthvað heimaverkefni í eitthvað Word-skjal þá myndur þið bara þurfa að senda sendarskrár líklega og þá ætti það að fá eitthvað svona og getið þá smellt á bæta við og þá þurfið þið bara að fara inn í tölvuna ykkar, sækja skrána og það er náttúrulega, nú erum við náttúrulega ekki komið neina skrá fyrir þetta heimaverkefni en þá myndið bara þurfa að finna skrána í tölvun ykkar og velja hana og þá ætti nú að koma inn í sem það ætti nú að koma hér einhvern veginn inn, ætti að sjá hana hér á þessu svæði og þá myndi bara þurfa að vista breytingar. Svo nú kemur örugglega einhver villumeldi hjá mér að því að það er ekki komin inn skrá en þannig ætti það allavega að skila verkefninu og kannski ekkert meira það að segja. Er eitthvað meira inn á Svo er komið inn innlegg, það er eitthvað innlegg sem að er í flestum tilfellum þá glærur, það sem ég er að fjalla og þetta er bara það sem að nemendur eru beðnir að lesa og nýtist til verkefnavinnu og og gott að hafa við hendina þegar verkefninu er að vinnast og þá er eiginlega það komið það efni sem er verið að vinna með þessa vikuna og svo kemur þá bara áframhaldandi verkefni í næstu viku og meira lesefni og meira innlögnum og og svona gengur þetta koll á kolli. Já, það er nokkuð meira þetta að segja. Það er hægt að sjá vinstra megin er hægt að sjá hvaða þátttakendur eru inn í þessum áfanga og það væri hægt að senda einhverjum tölvupóst í gegnum Moodle ef þið viljið eða þá getið þið fundið allar nemendurnar sem eru í skráðir í þennan áfanga og þannig að já. Og það er líka kannski ágætt að þú ferð aðeins tilbaka bara. Já. Ég ætla kannski bara einu við, hérna eru við kennararnir, er Oliver Hilmarsson og Óskar Þórðarsson og þið getið sendt tölvupóst í gegnum þetta. Getið þið bara farið inn í þetta og svo sendt skilaboð. Þá getið þið viljið senda okkur einhver tölvupóst. Þið getum náttúrulega líka bara notað hefðbundin tölvupóst svo sem en þá fyrir við bara aftur tilbaka í ég fara bara inn í aðalskipulagið Já, ég sjá. Veldu áfangan hana. Nú byrjum við. Það ætti það að vera þessi. Svo er ágætt að sjá það líka á hægra megin á síðunni. Það til dæmis stendur á næstunni, þar koma verkefni sem á skil og dagsetningin á þeim. Þarna er til dæmis verkefni draumamatadagurinn sem Oliver er að merkja núna, það á að skila á sunnudaginn sem er 2. september fyrir klukkan 23:55 og svo er komið inn annað verkefni sem er þá í vikunni þar á eftir. Já, hér. Þannig að nú ættu þið allavega að vera konið með eitthvað upplýsingu til að geta byrjað og komið eitthvað af stað en svo erum við alltaf reiðubúnir til að aðstofa ykkur þegar þess ber undir. Já, herðu, þá bara þakka við fyrir okkur og gangi bara vel. Takk.